Hæ. Ég heiti Emil Hjörvar Petersen og ég var að gefa út nýja bók sem heitir Eilífðarvetur. Þetta fremur svona stutt bók, en það var einmitt pælingin að hún væri stutt en segði stóra sögu. Hún gerist á Íslandi í fjarlægri framtíð eftir að flesta sem við óttumst í dag gerðist í raun og veru. Eins og barátta norðurslóðir og Golfstraumurinn hafi farið og kjarnorkustyrjöld. En svo líða mörg hundruð ár eftir hörmungarnar og fólki sem býr á eyjunni eru afkomendur eftirlifinda. Og lífið á eyjunni hefur bara snúist nánast eitt, að lifa af, sama hvað það kostar. Og eins og titillinn gefur til kynna, þá eilífur vetur. Og fólki sem býr þarna í rauninni bara að draga fram lífið við aðstæður eins og fólk gerði í gamla daga, að veiða í vök og svo framvegis. Og helstu byggðir eru hjá jarðvarmasvæðum. Fólkið, það skilur ekki hvað rústirnar eru eða auglýsingaskiltin, heldur hefur að búið sér til nýjar góðsagnir og þjóðsögur. Og aðalpersónur bókarinnar eru tveir sagnaþulir, Tara og Breki, fósturfeðgin. Þau flakka á milli ættbálka og byggða, segja sögur og fá að heyra sögur og safna þeim og segja þær í skiptum fyrir vistir og húsaskjól, svona svipað eins og flökkufólk á Íslandi á öldum áður. Og þegar við grípum niður í söguna, þá koma þau að byggð, þar sem að fólki þar hefur fundið fullstarfandi vélkonu, svona í rauninni vélmenni í mannsmynd, sem í rauninni býr yfir allri þekkingunni úr fyrndinni. En fólkið sem fann hana, það skilur ekki hvað er með í höndunum og er að velta fyrir sér að rífa hana bara í sundur fyrir málmana. En sagnaþulunir, sem vita hvers virði sögur geta verið, sjá þarna að ef þau bjarga henni, þá gæti það gert það að verkum að lífskjör fólksins á eyjunni færist yfir á réttan kjöl. Þannig að þau bjarga henni og flýja með hana þvert yfir þetta vetrarríki sem að Ísland er. Og ég legg talsvert mikið upp úr svona andrúmsloftinu í bókinni, kuldanum, frostinu og hvernig umhverfið og náttúran hefur áhrif á persónurnar. Svo eftir þessum líða fyrir á þá koma upp svona tilvistarlega spurningar fortíð og framtíð og varðveislu menningar og sagna þegar að þau kynnast vélkonunni betur. Og ég ætla í rauninni ekki að segja mikið meira, ég vil ekki spilla bókinni, heldur ætla ég að lesa hérna tvær ljóðlínur sem eru fremst í bókinni, sem að mér finnst gefa tóninn dálítið fyrir bókina. Þær eru eftir Hannes Sigfússon úr ljóðabókinni Sprek á eldinn. Mýrarfölt tunglskinn sáir á snjóinn, einhverju sem líkist helfró. Vor ferð gegnum storm hvirfil þrumandi pólmyrkrið, senn á enda. Og ég ætla bara að leyfa ykkur að kafa ofan í bókina þegar að það er snjór úti og frost og upplifa það sem ég upplifaði þegar ég skrifaði hana. Takk fyrir.